þannig að þetta var alveg hörku vinna í þessa 14 daga. Já. Og þetta er tekið upp í hljóðrita? Já, þetta er tekið í hljóðrita og meir og minna tekið upp þannig að við spiluðum allt inn í senn, sko. Það var bara bandið stilt upp og ég man eftir því að við vorum ekki búin að vera marga daga þegar að það var ein svona uppstilling og við vorum á bakvið svona fleka sem voru smíðaðir. Þetta voru svona 130-40 cm háir, jafnir, jafnhliða ferhyrningar og í þeim var tau og einangrunarefni og þetta var til að skerma af hljóðfærin. Þannig að þau læki ekki á milli, færi ekki hljóðnema sem var ætlaður öðru hljóðfæri. Og ég minnist þess að á kannski 4. degi eða eitthvað svona sem vorum og þetta gekk bara ljómandi vel. Við tókum upp og tókum oft svona 3-4 tökur af hverju lagi og svo var hugmyndin að velja. Vinna þetta í beit og þetta var svona svolítið eins og gert var bara í gamla daga, sko, bara þegar Elvis var að taka upp í Sönn. Þú veist að menn bara spiluðu 5 upptökur eða 3 upptökur og öll platan að spiluð inn og svo bara valið. Dálítið þau vinnubröð nema að við höfðum náttúrulega þennan möguleika sem hann hafði ekki og það var að setja síðan ofan á, sko, þú veist, raddir eða einhver hljóðfæri sem við vildum bæta við. Þannig að þessi planta er að vissu leyti live? Já, hún er það, sko, hún er grunnur og þetta svona var unnið á þessum tíma, sko. Ég meina, allt sem ég kom nálega það var bara að menn æfðu og svo fóru þeir í stúdíó. Með ferskleikin? Já, það var svona eitthvað, sko, það var svona kemían, sko, það var búið að blanda efnin, sko, getur maður sagt, þú veist. En oft fara menn inn í stúdíó og þá bara, þú veist, og svo bara byrjaði að blanda þar, sko, í rauninni, svona menn koma með sitt efni og hver kemur sitt hljóðfæri og það er búin til ykkur púls og svo fylgja allir honum og það er allt annars konar vinnulag. En það sem ég ætlaði að segja var að við erum þarna stöndum á bakvið þess að lera í stúdíón og þá skyndilega fær Magnús sem við ekki vissum af, sko, hann fær flogakast og hann er bara í miðju lagi og hann vildi hafa gítar svona hangandi á sér þó hann spilaði ekki á hann, sko. Hann bara með gítar, svona hélt á honum og svona, já, það var eitthvað. Og svo bara er hann í þessu kasti og ég bara gleymi því ekki, að ég mundi ekki, því hann kemur, sko, og hann er að syngja, mér minnir að þetta hafi verið í Skoti, utan í grjótinu, ángan þrúgnu, þríhenda, og þá var það, sko, og það var í þessum kafla, sko, það sem það er þessi svakalegi kafli og og hann er í þessum kafla, sko, þegar hann í floginu, sko, ég sé bara hvernig hann kemur og míkrafóninn fer undan honum og hann var ekki með svona fyrir framan sig, sko, því að hann var bara með söngljóðunumann og dálítið frá okkur og hann kemur svona í áttina að okkur og mér tekst að grípa hann, en ég var með kontrabassa og bakviðinnan skjöld og það er sama hvernig ég reyni að rifja það, hvernig ég var allt í einu komin þarna, það var yfirnáttúrulegt, algjörlega.